þjóðinni á þeim mistökum sem verið að gera núna. En þá verður það of seint. Þeir segja að við verðum kúpa norðursins ef við samþykkjum þetta ekki. En ættum við ekki að bæta við? Við verðum Haítí norðursins ef við samþykkjum þetta. Þar var gengið að öllum kröfum Alþjóðagjaldeyrissjóðsins og nú ríkir þar hungursneyð. Á sunnudaginn var Pái að biðja fyrir Argentínumönnum vegna nákvæmlega sömu mála. Prógram Alþjóðagjaldeyrissjóðsins hefur gert hálfa argentínsku þjóðina að fátæklingum. Þess vegna erum við komin hingað og þessum mótmælum við. Öll! Við eigum að játa okkur glæp sem við höfum ekki framið. Við eigum að axla byrðar hins alþjóðlega fjármálakerfis og verða Breiðavíkurdrengir þess. Nei! Í rauninni þessi vandi ekki vandi þjóðarinnar, heldur eigenda þessa einkavædda banka sem rakaði til sín fé í gegnum Icesave-reikningana á sínum tíma. Okkar vandi sá að stjórnvöld þessa lands og stjórnmálamenn vilja taka þennan vanda af eigendum bankans og færa hann yfir á okkur og ekki síst afkomendur okkar. Þetta getum við ekki samþykkt. Þessum mótmælum við öll. Við ykkur í þinghúsinu segi ég, hættið að bulla. Hættið að tala vinaþjóðir, innistæðutryggingar, alþjóðasamfélag. Alþjóðasamfélagið samfélag hinna ríku þjóða. Innistæðutrygging þýðir þjóðnýting á tapi og vinaþjóðir fróm ósk og gildir ekki yfirvöld og auðmagn. Svíar ekki óvinir okkar, en sænska fjármálakerfið fjármagnaði bankakerfi Eystrasaltsríkjanna þegar þau voru markaðsvædd og rænd. Sænskt fjármálalíf horfir því á svipað hrun þessara banka og skilur því málflutning Gordons Brown jafnvel og hann sjálfur. Nei, ruglið þessu ekki við vináttu. En Gordon Brown einn helsti hugmyndafræðingur fjármálakerfisins í City og reglur þess, eða réttara sagt regluleysi, varð leiðarljós hins íslenska fjármálakerfis. Í þessu samhengi skipta öll ykkar lögfræði álit engu máli, né heldur hvað mennirnir í samninganefndunum heita. Það ríkir fjármálastríð í heiminum þar sem úrsérgengir kerfi reynir að ræsa vélarnar og á því verkstæði moka stjórnvöld okkar kolum eins og óðværu. Einn virtasti hagfræðingur heims segir: Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn nokkurs konar handrukkari alþjóðlegra lánardrottna og innheimtir tekjur fyrir þá. Það ótrúlega að þjóðir allan heim að glata efnahagslegu og peningalegu sjálfstæði sínu
án mótspyrnu. Er það ekki nákvæmlega þetta sem við erum að gera með samþykkt Icesave samningsins? Við erum að láta hneppa okkur í skuldafangelsi á minnstu mótspyrnu. Það er verið að gera okkur ábyrg fyrir fullkomlega ábyrgðarlausu fjármálakerfi. En okkur var sagt til gagnstæða. Eigendur bankanna báru svo mikla ábyrgð. Þess vegna þurftu þeir himinhá laun og kaupauka. Sem sé, gróðinn skal einkavæddur en tapið þjóðnýtt. Ef við samþykkjum þetta, er hægt að láta okkur samþykkja hvað sem er. Jafnvel í undirheimunum þætti þetta ókurteisi. Það breytir í raun engu hvort Icesave samningurinn er vondur eða góður. Hann er í eðli sínu rangur. Ríkisstjórnin verður að sýna okkur hverjar þessar eignir Landsbankans eru. Þetta erum við búin að segja lengi, en nú kemur bandarískur bankasérfræðingur og segir nákvæmlega það sama. Trúið þið því þá? Bandaríski sérfræðingurinn veit eins og við að þegar lið kaupir knattspyrnumann vita forráðamenn þess hvernig hann er á sig kominn. Þeir undirrita ekki bara kaupsamning og síðan birtist feitasti maður í heimi og getur hvorki hlaupið né sparkað. Jafn misvísandi eru fregnirnar eignir Landsbankans. Annars hefðu Bretar bara tekið þær, en þeir vilja ekki taka þær. Þeir vilja taka okkur. Það eru svo góð veð í okkur. Þetta er bara hreint og klárt kennitöluflakk. Eigendur og stjórnendur Landsbankans eru með fullt af fyrirtækjum í rekstri og alls konar gjörninga í gangi. Þeir hafa valdið svo miklu tjóni með þessu fyrirtæki sínu að það á að ganga á önnur fyrirtæki þeirra á eigur. Það hefur enginn rétt á að setja þjóð á hausinn með þessum hætti. Og þjóð sem lætur setja sig á hausinn með þessum hætti, hver verða eftirmæli hennar? Peningarnir af Icesave reikningunum runnu til útrásarvíkinganna og fyrirtækja þeirra. Baugsfyrirtækin skulda hundruðir milljarða. Eignir eru færðar yfir á önnur fyrirtæki en skuldir skildar eftir. Og aldrei skortir þá lögfræðiálitin.